Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Heilsumólan hjá Heilsu Erlu. Þetta verða svona stuttar útgáfur af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum, bara svona litlir fræðslumólar, örstuttir þættir sem að geta haft jákvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Eftir að hafa tekið upp þáttinn félagslega heilsu, þá fór ég svolítið að velta þessu fyrir mér og hugsa hans tilbaka. Og mér þótti svolítið merkilegt að það var ekki fyrir en ég kláraði námið mitt í heilsumarkþjálfun árið 2020, þá orðin fertug, að ég fór að gefa því gaum hvað félagslega heilsan er dýrmæt og hvað félagslega heilsan er nákvæmlega jafn mikilvæg og líkamlega heilsan okkar og andlega heilsan okkar. Enda er skilgreining alþjóða heilbrigðissambandsins sú að heilsa er andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan en ekki eingöngu það að vera laus við sjúkdóma eða örorku. Og þetta segir okkur það að allir þessi 3 þættir eru nákvæmlega jafn mikilvægir og við verðum einhvern veginn að finna jafnvægi og finna okkar jafnvægi. Og þegar ég var búin í heilsumarkþjálfunarnáminu þá fór ég að velta þessu svolítið mikið fyrir mér og komst að því að ég er alls ekki svo eina sem er í þessum sporum. Mig grunar að ástæða þess að ég hafði ekkert mikið velt þessu fyrir mér var að ég hafði ekki upplifað félagslegt heilsuleysi ef að svo má komast að orði. Ég hafði bara verið svo heppin að alltaf tilheyrt hópi, alltaf sinnt þessu sem að þarf til þess að viðhalda félagslegri heilsu. Ég elska að vera með fólki og tala við fólk og allt þetta þó ég þurfi smá tíma fyrir mig. En allavega, þetta var bara stutt pæling og kannski einhver hérna úti sem tengir að ef við höfum ekki upplifað eitthvað, þá er ekkert skrítið að við séum ekki veltaði fyrir okkur. Og sama með andlegu heilsuna, ef við höfum aldrei þurft að glíma við einhverja andlega kvilla, þá kannski áttum við okkur ekki á hvað hún er ótrúlega mikilvæg, andlega heilsan. Og sama með líkamlega heilsuna, ef við höfum alltaf verið bara líkamlega hraust, þá höfum við ekki endilega þurft að spá í því hvað líkamlega heilsan er dýrmætt. Þannig að það sem ég er að reyna að segja er einfaldlega bara hvað er mikilvægt að huga að öllum þessum 3 þáttum, andlegu heilsun okkar, líkamlegu heilsun okkar og félagslegu heilsun okkar. Og þetta tengist allt saman. Af því að ef eitt þessara atriða fer úr jafnvægi, þá hefur það áhrif á hin. Það hefur bara sýnt sig að við fáum líkamlega einkenni ef við erum að glíma við andleg veikindi eða félagslega illastödd, þá bara kemur það út í líkamlegum einkennum og öfugt. Þannig að við þurfum öll að líta inn á við. Við þurfum öll að líta á hvað þarf ég til að mér líði vel. Hvernig finn ég mitt jafnvægi? Og ég held að það dýrmætasta sé að hætta að taka þátt í lífskeiða kapphlaupinu sem við Íslendingar erum stanslaust í og líta bara í eigin barm og fækka boltum, halda boltunum á lofti sem gefa þér eitthvað sem næra þig og sleppa hinum.